Starfsmenn Samsuð, samtaka félagsmiðstöðva á Suðurnesjum, fóru í vikuferð til Finnlands á dögunum. Ferðin var fyrst og fremst vettvangsheimsókn þar sem hópurinn ferðaðist Pirkanma héraðið og fékk að kynnast ungmennastarfi á svæðinu. Ég ræddi við Ólaf Berg Ólafsson, starfsmann Fjörheima, ferðina. Nú eruð þið búin að vera hérna í sirka viku í Finnlandi. Hvað eruð þið búin að vera að gera? Já, margt og mikið. Við erum búin að vera í vettvangsheimsóknum hér og þar. Við erum búin að vera að fá fyrirlestra og kynningar alls kyns starfsemi og úrræði sem að Finnarnir eru með fyrir börn og ungmenni á þessu stór Tampere svæðinu. Já, það er svona aðalega það. Bara aðeins að skoða hvað Finnarnir eru að gera gott og hvað við getum gert betur á Suðurnesjum þá sérstaklega. Og þá sérstaklega að skoða svona hvað við getum gert betur fyrir félagslega einangraða og innflytjendahópinn sem er mjög stór á Suðurnesjum með önnur svæði. En hvert er þá svona aðalmarkmið ferðarinnar? Aðalmarkmið er náttúrulega að sjá hvað við getum nýtt okkur á Suðurnesjum og hvar við getum unnið í meira samstarfi við þá annaðhvort önnur sveitarfélög eða aðrar stofnanir innan Suðurnesja. En tilgangurinn er líka bara að hópurinn kynnist aðeins betur og við getum opnað á kannski fleiri tækifæri á að vinna saman meira í næstu nánari framtíð. En hvers vegna myndir þú þá segja að svona ferðir væru mikilvægar fyrir ykkur sem starfsmenn? Svona ferðir skipta gríðarlega miklu máli og þessi ferðir náttúrulega, við sóttum sjálf fyrir ferðinni á vegum Erasmus og heilmikil lærdómsferli í því að sækja svona stór verkefni hjá Erasmus en líka bara að sjá hvað aðrir að gera. Við erum ekki eyland Ísland og það er margt mikilvægt í gangi annars staðar í Evrópu. Og bara mjög mikilvægt að við sjáum það betur. En núna eru þið náttúrulega búin að fara í svolítið margar vettvangsheimsóknir. Já. Hver er helsti munurinn á starfinu hér og heima að þínu mati? Ég held að helsti munurinn er að Finnarnir taka þessu mun alvarlegra. Finnska samfélagið tekur félagsmiðstöðvar mjög alvarlega. Og þetta er mjög mikilvægt og mjög inngróið í hvernig samfélagið virkar. Á meðan að ég held að íslenski almenningurinn er ekki ennþá búinn að kveikja á hversu mikilvæg þessi starfsemi er fyrir börn og ungmenni og það er eitthvað sem við þurfum að vera betri í að láta heyra í okkur og láta fólk vita hvað þetta er mikilvægt. Að þetta skiptir rosa miklu máli og þetta er í rauninni fyrsta skrefið hjá Finnlandi og finnskum stofnunum er að heyra á félagsmiðstöðvarstarfsemi og þessa pedagógíu sem við erum að vinna eftir á Íslandi líka. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt. Og gríðarlega mikið að tækifærum í boði fyrir okkur. Takk fyrir þetta og skemmtið ykkur. Já, takk. Já, Ólafur segir helsta muninn á félagsmiðstöðvarstarfinu í Finnlandi og á Íslandi vera hversu alvarlega finnska samfélagið tekur starfinu. En hvað segir þau Ellen og Elmar það? Það er alveg frekar mikil munur, sko. Já, mér sérstaklega sem ég tók eftir er að munurinn á 16+ hjá þeim. Það er miklu meira í gangi fyrir 16 til 29 ára. Hjá okkur er 16-25 og bara starfsemin er mjög góð hjá þeim. Þeir eru mjög mikið að reyna að koma fólki inn í vinnumarkað eða skóla eða hvað er. Það er aldrei svo mikið utanum krakka sem að detta upp skóla og er ekki með vinnu og svoleiðis. Þeir er ekki eiginlega pínu eftir því að þau gera eitthvað. Þannig að hópa heima á sér. Eins og þetta Outreach Youth Program. Það sem að það er, þau hafa samband við alla krakka sem að detta úr skóla eða hætti vinnu eða eru ekki í neinum kerfum. Þá er fundið þessa krakka eða gert þeirra besta að finna þessa krakka og koma hennar stað. Halda þeim á götunni í rauninni kannski svolítið. Já, einmitt. Og er þetta eitthvað sem að þið sjáu fyrir ykkur að gæti gengið á Suðurnesjum? Já, alveg klárlega. Ég held að nú þegar náttúrulega í skólunum kannski er, ég veit ekki, það er kannski öðruvísi prógram bara á Íslandi, hvernig þetta er gert. En jú, alveg klárlega, það mætti alveg vera miklu meira í gangi fyrir 16-25 eða 16-29 eins og þetta í Finnlandi. Bæði að svona og líka bara félagslegu, eins og félagsmiðstöðvar eru í rauninni, sko. Það er ekki mikið þegar úr orðin 18 sem eru í boði af svona félagsstörfum og svoleiðis. Er eitthvað sem að stendur upp úr? Hvað var skemmtilegast af öllum þessum heimsóknum sem þið fóruð í? Ég myndi að segja 5 hæða félagsmiðstöðin. Já. Það var bara ógeðslega mikið í boði fyrir krakkana. Ég fannst það sem voru að gera í Martinen mjög áhugavert. Svona þessar skólabúðir eða ekki skólabúður, hvað náttúrulega kalla það? Svona félagsmiðstöðvar bara
Já, svona eins og sumarbúðir eða... Já, það var sumarbúðir. Yes. Já, mér finnst það eiginlega svona mest spennandi. En hvað gerði þessi ferð svona fyrir hópinn í heild sinni? Bara, núna eru starfsmenn úr öllum félagsmiðstöðunum á Suðurnesjum, hérna saman komin. Já, opnaði svolítið augun bara fyrir hvað það er mikið sem hægt að gera. Og sama hvort það er lítil félagsmiðstöð eða svona stórt dæmi eins og hér. Það er þetta að nota þetta allt saman. Bara opnaði svolítið, stækkaði svolítið hugann fyrir nýjum möguleikum og eitthvað. Já, og líka bara að kynnast hinum starfsmönnunum. Já, fyrir utan það. Þú veist, eins og Elena. Við þekktust ekki fyrir neitt, þetta. Það er bara búin að góða vinn. Já. Hópurinn sótti styrk hjá Erasmus Plus fyrir ferðinni, en það er ekki gefið að allir viti hvað Erasmus er. Því settist ég niður með manni að nafni Andi til að fá því svarað. Well, Erasmus is a European Commission funded. Það má segja að Erasmus sé styrkjaáætlun Evrópusambandsins fyrir mennta, æskulýðs og íþróttamál. Þessi styrkir gefa hópum og einstaklingum tækifæri og vettvang fyrir hreyfanleika og veitir fjármagn fyrir verkefnum innan Evrópu. Það er margt í boði. Erasmus styrkir menntun að ýmsum toga, en það vita ekki margir að Erasmus veitir líka styrki fyrir störfum með ungmennum víðsvegar heiminn. Nú starfar þú með ungmennum og hópurinn sem er hér í Finnlandi gerir það líka. Hvers vegna finnst þér svona ferðir líkt á þessi mikilvægar? Ég segi alltaf að besta leiðin til þess að læra er að setja fólk saman í rútu og láta það ferðast saman. Með því deila þau upplifunum og fara saman í ákveðna vegferð. Þegar það er svo tekið að annað stig með ferð til útlanda, þá upplifir hópurinn saman nýja hluti á faglegu sviði frá nýjum sjónarhornum og það gefur hópnum ákveðið umhugsunarefni og samhliða því verður til svigrúm fyrir lærdóm meðal þeirra sem taka þátt í verkefninu. Ég hef komist að því að það er ekki til betri leið til að víkka sjóndeildarhring fólks og með verkefnum eins og þessu vonast við alltaf til þess að þetta geri gagn og skili sér í ungmennastarfið með auknum tækifærum fyrir ungmennin. Eitt af þeim tækifærum gæti verið samstarfsverkefni milli félagsmiðstöðva þar sem hægt er að fara í ungmennaskipti eða jafnvel sjálfboðaliða starf milli landa þar sem einstaklingar frá Íslandi kæmu til Finnlands og svo öfugt. Það hefur margsannað sig að svona heimsóknir eru besta leiðin til þess að læra nýja hluti, bæði á einstaklingsviði og sem hópur.